Baldur verið að fara að mæta Litáum á föstudaginn, þannig að hafið verið að undirbúa okkur fyrir leikinn. Já, við höfum bara skoðað á vel bara þeirra seinustu leiki og við náttúrulega spilum æfingarleik við á rétt fyrir Eurobasket og þekkjum ágætlega hvernig þeir spila og þeir eru náttúrulega bara mjög vel mannaðir og með mikið af góðum leikmönnum og spila á ákveðinn hátt, þeir eru rosa aggressífir að sækja inn í teginn og já, bara alls konar hlutir sem við þurfum að díla við og við náttúrulega bara undirbúum okkur sóknarlega og varnarlega, reynum að sækja eitthvað á stóru pellana og búa til eitthvað advantage í kringum það og svo er þetta vanalega bara pick and roll vörn í kringum Tryggva og svo að þétta teginn í kringum blóðbúst á einhverja aðra þannig að við erum bara búin að vera í þessu og bara góð stemning í hópnum Já, hvað getur sagt með eins og þeir eru að skrýna fast, er þetta eitthvað með að gera eins og með hópinn sem er valinn varnarlega og sóknarlega bara með þá sem er að spila úti, er það komið gæði sem er að spila hérna heima? Já, ég meina það náttúrulega, ég meina þetta er náttúrulega bara allt, strákar sem eru búin að vera í kringum undan nema Veigar að koma nýr inn í þetta, aðrir vita hvað þetta snýst skilur og en annars er þetta bara körfubolti, deildin hérna heima, þetta er náttúrulega, þegar það var áður fyrr þegar við vorum bara með einn erlendan í liði þá var þetta rosalega mikill munur á milli í getustig í íslensku deildinu og kannski því sem vorum að spila í landsliðinu og tók oft mjög langan tíma að finna út einhverju varnar og sóknarlega en núna í dag þá er bara íslenska deildin á bara góðu leveli þannig að strákarnir sem eru að spila hérna heima eru bara vel margir bara klárir í bátana Þið eru búin að mynda ákveðin kjarna sem er búin að vera í nokkur ár. Þeir leikmenn eru komnir yfir frá 10 leiki sem eru í hópnum þá. Þeir eru náttúrulega að koma svona viðbætur eins og Veigar eins og þú segir hérna svo er Tóti kominn inn í þetta hjá okkur núna, Óli Óla kominn aftur inn, svona spot-up shooter, Tóti kemur með kannski meira svona wildcard inn í þetta. Eru þið svona að taka inn leikmenn sem þið sjáu þið getur lýst í ákveðin verkefni með þessum 8 til 10 sem þið eru búin að setja saman? Já, ég meina náttúrulega þetta er alltaf við erum ekki með marga til að bakka upp Tryggva og Óli er sterkur og kann körfubolta þannig að við erum alltaf bara að taka hann í þetta hlutverk og það hafa alls konar menn verið í þessu hlutverki í gegnum árin og erum bara alltaf að bara tilbúnir í að pröfa hluti og reyna að finna út hvað getur virkað og það er ekkert eitthvað eitt svar við því hvað það er. Tóti er náttúrulega bara búinn að vera frábær í deildinni í vetur og er búinn að spila mjög vel á æfingunum þannig að já, við erum bara með náttúrulega mikið af þessum bakvörðum skilurðu en erum ekki með mikið af stórum köllum. Nei, eins og rétt svona þegar maður leitir svona start líðana þá eru mikið að skora Litáarnir eru mikið að skora eftir stolna bolta. Þeir eru greinilega hraðir og með bakvörð eins og þú segir. Þeir eru greinilega að spila því. Ertu búinn að setja upp eitthvað varnarplan gegn því? Tekið til til þessu? Við náttúrulega, erum náttúrulega, það er vanalega sótt á, ég meina þeir hlaupa bara svona, Lithuanian motion og eru bara alltaf að reyna með bakvörðin að sækja inn í miðjuna stanslaust og við þurfum að reyna að halda þeim út úr miðjunni í þeim árásum og svo er þetta náttúrulega alltaf, þeir sækja á sína styrkleika, þeir eru með einhverja sterka bakverði sem þeir sækja á Tryggva í pick and roll og síðan verður þetta vanalega einhver blanda af low-post-leik sem við þurfum að díla við, við erum vanalega að díla við sömu hlutina í flestum leikjum bara pick and roll með Tryggva og svo eitthvað post-up í öðrum stöðum Full öll, er ekki spenntir? Bara mjög spenntir og bara verður gaman Takk fyrir að gangið. Takk.